Flatey í Breiðafirði skartar alveg ótrúlegri sögu og hún ber ummerkið þess allstaðar á sína hálfs ferkílómeters yfirborði. Það hafa verið skráðar 230 fornminjar á Flatey sjálfri sem frekar ótrúlegt. Fólk hefur búið á eyjunni nánast samfellt frá landnámi en ótrúlegast af öllu sem mér finnst hversu marga listamenn og fræðimenn þessi litla eyja og eyjarnar í kring hafa alið. Á meðan Ísland í heild sinni frekar ótrúlegt fyrir allt skapandi fólki sitt, þá hefur þessi litla eyja í Breiðafirði svo sannarlega sett sitt mark á menningarsögu Íslands. En eitt helsta kennileiti Flateyjar í dag kirkjan sem stendur á gömlu klaustushólunum og var hönnuð af Guðjón Samúelssyni sem, að mínu mati, hannaði mikið af fallegustu byggingum Íslands. En í þessari kirkju að finna smá fjarsjóð. Eitt fallegasta málverk sem hefur nokkuð tíma verið málað í íslenskri landhelgi. Þetta málverk eftir Baltasar Samper sem pabbi Baltasar Kormákar sem sýnir hérna ríku menningar og atvinnusögu eyjana í Breiðafirði. Ef maður lappar inn í kirkjuna þá blasir þetta málverk við þér og þetta ákveðin upplifun. Fyrst sjáum við víkinginn og landnámsmanninn óþekkta sem græddi skerið. Það eru ýmsar tilgátur hver þetta á að vera en fyrir mér óþekkjanleikin alveg jafn heillandi. Svo sjáum við Jón Finnsson, bónda í Flatey, sem heldur á Flateyjarbókinni frægu og Brynjólf Skálholtsbiskup að reyna að hafa hana af honum. Brynjólfur átti að hafa lofað Jón miklum verðmætum í skiptum fyrir bókina sem hann neitaði alltaf, en þegar biskupinn ætlaði að halda á brott, ljáði Jón honum bókina. En íslenska þrjóska eins og hún gerist best. Bóndi neitaði biskup og þar með neitaði konung. En Brynjólfur hann safnaði að sér umfangsmiklu safni handrita og gaf til Danakonungs til að varðveita, þar á meðal Flateyjarbókina, sem kom ekki aftur heim til Íslands fyrir 1971. Næst og eftir koma 3 manneskjur, séra Ólafur Sívertsen, kona hans Jóhanna Friðrika Eyjólfsdóttir og svo Herdís Benediktsen, sem stóðu fyrir framfarastofnuninni og bókasafninu í Flatey. Þau vildu tryggja eyjaskeggjum aðgang að menntun og hvetja fólk til dáða og sóma með peningarverðlaunum. Þar og eftir koma 3 mikli listamenn. Ólafur Bergsveinsson, bóndi í Hvallátrum, hann var þekktur fyrir mikla listasmíði, athafnaseðmi og forystu í sveitinni. Næst og eftir kemur læknirinn Sigvaldi Kaldalóns, en hann samdi nokkur þjóðþekkt lög á meðan hann bjó í Flatey. Gísli Konráðsson, sem var faðir fjölnismannsins Konráðs Gíslasonar, var og þjóðþekktur sagnaritari sem vann ötull í Flatey við sínar skriftir á vegum framfarastofnunarinnar. Hans afrek voru hýst í Flatey fyrst sinn en eru núna í Landsbókasafninu. Þetta aðeins menningarhliðin sem vinstra megin, en þá hugum við alla hægri hliðina eftir. Því hægra megin innst inni má sjá Jón Daníelsson, bátasmið, smíða trú, von og kærleik, á meðan sauðféð sem íslenski holdgervingur nafnanna horfir á. Fyrir ofan þær útsýnisvarða, einnig þekkt sem kastalinn í Sviðinum, en hana hlóð Ólafur Teitsson til að fylgjast með bátsferðum og flóðum í Skerjum. Þar á eftir kemur seinasti ábúandi Hergilsey, en það var maðurinn Þórður Benjamínsson. Selskinn var lengi vel hinn besta tekjulind eyjanna og sést hér Þórður skafa af skinnunu að undirbúa það fyrir sölu. Þar á eftir kemur Guðrún Torfadóttir að vinna dún. Eyjarnar voru og eru ríkar af æðarfugli og lunda sem voru nytjafuglar og drjú tekjulind fyrir eyjamenn og því fær haförninn vargur þeirra sinn stað í miðjunni að fylgjast með. En þá ekki öll sagan sögð, því fyrir ofan altarið ein áhugaverðasti altarismynd sem hægt að finna þótt víða væri leitað. Í fyrstu þá lítur þetta bara út fyrir að mynda Jesú og 2 lærisveinum, en ef næri gætt þá sést að Jesú klæddur í lopapeysu og líkist dálítið listamanninum sjálfu. En mennirnir 2 eru þeir Hafsteinn Guðmundsson, bóndi í Flatey og Jóhannes Gíslason, bóndi í Skáleyjum. En sagamyndarinnar má finna í Mattheusar Guðspjalli, kafla 4, versum 18-22, sem segir frá Jesú koma að bræðrum og föður þeirra við veiðar, en Jesú biður bræðurna að fylgja sér í staðinn sem þeir gera. Ég veit ekki alveg hvað skilaboð eiga að vera á bak við það, þannig ef þið eru með einhverja hugmynd, endilega láta heyra í ykkur. Flatey alveg ótrúlegu staður og þar þangað eins og að stíga 1 eða 2 aldir aftur í tíman og ég vona að saga þessa hálfs ferkílómeters skerf sé langt frá því að vera fullskrifuð. Ef þú hefur ekki farið þangað, gerðu þér sjálfum greiða og farðu, eða geggjaður staður.